Já, reyndar, það desember og það koma jól og það bara eins og maður sjá Bene. Bene eða Tene. Já, það bara down and do-do-do-do. Herðu FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn og svona næstu vikur að þá verður þetta með breytust niður. Þá eru, ekki 2 harðir á föstudögum heldur gestastjórnendur og Inga til minn í stúdíói komin gestastjórnandi sem hefur komið áður og hún stóð sér svo vel og var svo fyndin og skemmtilega. Hún mætt aftur, þetta hún Anna Svava, verður velkomin Anna. Takk fyrir, og varstu að segja satt? Var ég að segja satt? Að þú vildir endilega fá mig aftur? Að sjálfsögðu? Já. Ákveður heldur sett komin? Þannig að þú sendir mér ekki SMS í gærkvöldi mjög seint, eftir 12 og spurði hvort ég geti komið þáttinn. Jó. Út af því að einhverja hafði forfallast. Jó, það var þetta, þú verður ekki að segja hlustu þetta það voru forföll, en þá hugsaði ég fyrst til þín. Og mér líði miklu betur núna. Það reynda sko, það samt ekki líð, þú varst svo fyndin og skemmtilega síðast, ég vildi fá þig, en ég viðurkenni það að það voru smá forföll. En við þurfum ekki að búin að senda mörgum SMS á milli 11 og 1 í nótt. Bara þér. Þú varst eiginlega, ég lofa þér, það enda satt. Okay. Ég viðurkenni það voru forföll, en þú varst fyrsta sem ég sendi. Og það satt, af því að það var kona sem forfallaðist og það mjög erfitt að fá konur í hennan þátt, ég veit ekki hvað málið og það ekki að ég sé ekki að reyna. Mér finnst, af því að það eru strákar 4 sinnum af 5 dögum. Kannski að þú reynir alltaf ógeðslega mikið við þér í stúdíónu. Nei, ég held að sé ekki það. Þú ert eina kona sem hefur komið. Var ég að reyna við þig í stúdíónu síðan? Mjög óþægilegt. Já, leiðir illa. Já, en það bara einhvern veginn svona, með eins og svona, þá virðist bara verið svolítið erfitt að fá stelpur því miður. Já, einmitt. En þú ert kvenmaður og mættur í stúdíónu. Já. Og það mikið fjör hérna framöndan hjá okkur Önnu. Við tókum upp nokkur símtöl hérna fyrir í dag og reyndar eitt, má ég ræða það með það sem gerðist? Sko, mér líður svo illa í maganum að ég er að deyja. Já, sko málið við tókum upp eitt símtal áðan þar sem að við hringdum í mömmu Önnu Sögu, en við viljum ekki að spila það. Nei. Það var ljótuleikur sem ég settast að þá. Já, það allt þér að kenna Auðun Blöndal. Já. Að mamma mín var þrætt og þetta var mjög ljótt grín. Já, en hún búin að fyrirgefa þér ekki? Já, hún búin að fyrirgefa. Og vonandi mér líka þá? Nei. Okay. Það var sem sagt, það mátti annars bara segja við mömmin sinna, já, mér illt, mamma, hvar ertu? Og hún var hrætt og skiljanlega brjáluð, þannig að spila það ekki. Hún spurði mig líka hvort að það væri, þú veist, maður orðinn svona gamall, maður ekki verið að hrekkja og svona. Já, ég hrekkjastaur, en ég sé eftir því. Já, hún spurði orðrétt ekki hvort þú væri ekki orðin 35 ára. Jú, ég er enda 34. Já, ok, ég held að það væri ekki deginum eldin en 35. Takk. En já, hún spurði hvort það væri ekki lagi með þig. Já. Og það er stundum ekki lagi með mig, þetta var ekki úthugsað hjá mér. Nei, þetta hljómaði eins og fyndin hugmyndir við byrjuðum á sig í dag. Já. Eitthvað svona, stríða mömmuðina eins og veist, mamma mér illt, hvað ertu? Þú ert alltaf að hringja mömmu þína og... Já, ég reyndar sko, málið með mömmu mína, ég búin að fíbla svo lengi inn að hún hefði örugglega bara sagt bara hættu þessu við mig, sem orðið svona pínu úlfur og þú hugsaður út í það. Já, reyndar. Hvernig ætlar að hringja ef eitthvað í alvörunni gerist? Já, bara mamma, ég er að deyja heima mér svo illt maður, hættu þessu, ég beði helsa sveppa, þá er ég kannski heima að fara vikur. Já, einmitt, þú voru að passa eða bara hringi sýstuðina þegar eitthvað alveg gerist. Já, sýstu mín vill ekki heldur, við hringdum í hana hérna í þættinum mjög sveppið, hún skellt á, hún vildi ekki tala við okkur. Guð, ok, ég ætla bara að hætta strax þannig að fjölskyld mín muni tala við mig. Það betra held ég. Við tókum hins vegar upp önnur símtöl, við tókum upp nýjan lið annars sem gengur út á það að við skrolluðum niður símaskrána okkar og ég mátti velja hvað Anna myndi ræða við sinn einstakling sem hún ringir í símaskránu sinni og svo öfugt, þannig að það er mjög skemmtilegt. Við verðum með nördahotni hérna á eftir sem er nýrliður. Já, sem við ætlum að vera með síðast. Þáttur á svo stútfullu síðast, við náðum það ekki. Já, og þannig að við ætlum að hafa nördahotni í dag. Sverrir Bergmann er á leiðinni með splungu nýtt föstudagslag. Ég hlakkast til. Já, það er alltaf gaman, það eru skemmtilega lög hjá honum og ég veit að hann tekur lagið Hero. I need a hero með Bonnie Tyler, þannig að ég held að það getur orðið mjög skemmtilegt. Og verður þetta tekið upp, þannig að hann getur hlustað á þetta aftur? Já, svo bara, þetta verður tekið upp, þannig að það er þetta hlustað á aftur svo. Þannig að það getur átt það, bara við ætlaðum að spila lagið Hero hérna á eftir, þannig að fólk viti hvað lag ég er að tala um. Og við ætlum að hringja í Garðar Cortés og svo ætlum við að leysa vandan og fleira, þannig að það er nóg að vera hérna í FM 95 Blöð í dag. Auti og annars var með vaktina til 6, en það er komið að fyrsta lagi þáttarins og þetta er eitthvað lag sem að ég kem örgulega til með að spila nokkru sinnum fram á jólum. Þetta er jólalag FM95 Blöð og ég held að jólalögum verði ekkit mikið harðari. Það eru kannski orðarna sem eiga ekki heim í jólalagi en ég vona að foreldrar unga barna fyrir ekki okkur það. En þetta er jólin, jólin, jólin. Hlustendur, það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er.
Jólin, annars ertu komin í jólaskap? Já, ég mætti samt alveg skreita heima mér, ég hef gerað það melkina. Já, ertu ekkert búin að skreita? Nei, ég hef eina seríu sem ég klístraði svona í gluggan á þess að hengja hann upp. Já, ok, búin að tróða henni einhvern veginn bara að það. Já, þannig að það er mjög krútlið þegar ég vakna fyrst mér gaman þá svona ljós. Já, ok, en ertu jólabarn í þeirra? Já. Já, ok, ákveð þú ekki búin að skreita eitthvað? Og þið er ekki búin að hafa tíma? Nei, þú ert náttúrulega svo busy. Það er svo busy. Nóg að gera. Glemt að skrifa þetta inn í iCalið. Nei, maður þarf að vera að baka og skreita og allt svona. Það hafa svona stemningu en ekki eitthvað svona 11 kvöld að hendu svo. Nei, nákvæmlega. Maður þarf að detti í svolítið kósí stemningu þegar maður er að þessu. Já. Já, ég sammála því. Þetta má ekki vera kvöð einhvern veginn. Nei, spila jólalög og svona. Já, en það hins vegar komið hérna annars að það er pínu pressaði núna. Ég og Pétur Jóhann settum að staða nýjan leik á miðvikudaginn þar sem við breyttum hressuinnkominni. Það voru allir búin að taka hressuinnkominni í þættunum og allir gestir sem ákomið og þar á meðal þú átt eiginlega bestu hressuinnkominni hingað til. Ég verð að gefa það. Þú svona bara öskraðir og varst í þvílíkri stemmingu. Okay. En það eru konar nýjar reglur. Ég er ekki undirbúin. Nei, ok, ég byrjaði að hugsa núna. Það er sem sagt hressuinnkoman. Þú ert að taka 1 mínútu sem var nóg erfitt fyrir, en þetta er orðið erfiðara því að þú ert að segja allt á ensku. Þú ert núna að láta eins og sért í Bandaríkjunum, komin í útvarpsþátt og átt að vera svona FM stelpa, hrikalega hress, en þarf að segja allt á ensku. Ef við hafa þetta hálfa myndu? Nei, það sem finna er að Pétur, hann var bara að byrja, ok, sko, hlustundur vita allavega, þetta er mjög erfitt. Ég gæti þetta ekki, ég gæti eitthvað 40 sekundur, Pétur var í tómurugli, reyndu þitt besta og við sjáum bara hvað það getur. Ok, ég er alvörin var ekki viðbúin þessu, sko. Nei, það er að finna, ég glemd að segja þetta því að jólalagi okkar, jólin er svo stutt. En ertu byrjað að undirbúa svona þessi haustinu núna, lítur eitthvað að vera dett inn, bara allt sem þú segir og öskrar og hefur gaman, þú segir það bara ensku. Sem gerir þetta aðeins kjánalega en skemmtilega fyrir hlustendur einhvað að síður. Ok, þú segir þegar þú ert klár. Já, ég er aldrei klár sko. Nei. Kannski getur það hálftíma, en prófum þetta bara. Og þú kynnir inn lagið Earthquake með Tiny Tempa sem er rosalegt stuðlag, þannig að þú getur skrifað það. Það er allir búinir í prófum, þú getur leikið með það. Everybody finished their test, here's Tiny Tempa. Eitthvað svona? Þetta hjálpa mér. Ég er að reyna ástæða því ég séu þetta stressuð. Já, ég ætla að standa upp eins og síðast, það virkaði vel. Já, ok, drafðu mækinn aðeins nær þér, svo heyrið betur hér, svona, já. Halda hann. Já, flott svona. Og ég vil fá sama hræsleikur síðan nema allt á ensku. Ertu klár eða? Gerum þetta bara. Já, 1, 2 og byrja. Okay, now you are all listening to the radio show FM 95 BLO. Bomb, bomb, bomb. And we're here in a grey room, not the song. No, I know you're laughing out there, people. And we're not in Texas, but this is going to be an awesome show. There's going to be a lot of people here and we're going to do the dance. Yes, and I'm not going to tell you what that is until we get to that liður in the show. So it's snowing outside, Santa's on Mama's lap and everything's happening. I just got a reindeer to come here and take an interview with a reindeer. He's called Rudolph and we're gonna play some awesome music. Hvað er komin upp í? Þú ert komin í 40 sekúndur. And maybe I'll put my gloves on and do a little show with the gloves. You all know what that means. So jingle bell all the way. And now we're gonna listen to Earthquake, and I'm gonna have a little earthquake now. Woo! And because we're gonna, yes, and everybody out there just finished their test. Congrats. And we're gonna listen to Tiny Tempa. Þetta var hrikalega gott. Þú rúllaði mér á Pétri, það er nokkuð ljóst. Þetta var annars aða með hræsingum og ensku. Já, breski rapparinn Tiny Tempa með lagið Earthquake. Hann slegið gegn á mjög skömmum tíma þessi maður. Maður dillaði sig bara hérna við þetta. Já, það er eitthvað svona föstudagsfílingur í þessu. Ég veit að það eru margir hérna úti að hlusta núna sem eru búinir í prófum og óskuðu þeim öllum til hamingju. Ég held að bærinn, hann verður svona bouncing eins og hann segir í laginu. En finnst þér vera föstudagur? Mér, já, okkur. Ég minnst eitthvað svo stutt í jólinn, þannig að mér finnst eiginlega bara vera svona alltaf föstudagur. Já, það er þetta góða punktur. Þegar það styttist í jólinn, þá er einhvern veginn allir dagar, maður er alveg hættur að taka marka hvaða dagur er. Já. Já, en það er líka, veist, oft með svona stelpur eins og þig sem að liggja í því að þá skiptir þér einhver máli hvaða dagur er. Er föstudagur? Er föstudagur? Við gæti ekki meira að segja það. Herðu. Ég er að stríða þér. Herðu, það er hins vegar, við ætlum að fá Sverri Bergmann hérna eftir með föstudagsslagi. Svo ætlum við að vera með könnu líka á eftir fyrir fólk sem er að hlusta. Ryan Gosling, hann var valinn svalasti maður heims. Þetta er held í fyrsta sinn sem að þetta er valið, allavega hef ég ekki heyrt þetta og vunnið í fjölmiðlum í smá tíma. Hver valdi þetta? Bara fólk í einhverjar könnun og einhver blað. Og þannig að við verðum með smá könnun hérna eftir hver er svalasti maður Íslands. Það geti verið
áhugavert. Ok, og hvað felst í að vera svalasti maður Íslands? Ég veit það ekki, bara... Er það bara sætur, eða er það klár, eða gott CV? Nei, ég meina, hvað kallar þú að vera svalur annars að? Það þú þurft að hafa allan pakkan. Já. Góða vinnu, vera góð persónuleiki og sætur. Já, þannig að þá það fólk að vera að hugsa, ok, hver þá, og finna eitthvað. Þú nafngreiti nú einn annan og spurði mig hvort það væri ekki bara gefið þetta væri... Þorgrumur Þráinsson? Já. Jú, það finnst það sem ég datt í hug. Já, ég meina, toggið með þetta, það er nokkuð ljóst. Hann er svalur. Já, hann er svalur, þannig að en við hvetjum hlustin til að fara að hugsa þetta. Við verðum þessa könnun á eftir, ásamt því að við gerðum 2 síma, þetta er svona skrolluðu niður símaskrána hjá hvort öðru og fengum að ráða hvað hinn myndi segja við einstaklingin í símaskráni sinni. Hljóma flókið en er ekki flókið, ég ætla að ræða þetta við þig áður að fá næsta jólalag sem er Michael Bublé. Annars var það, ég var að lesa fólk í 87% tilvika lígur á svona stefnumótasíðum. Þú veist, það er eins og engamál.is og svona síður. Já, svona eins og það lígur bílinn þegar þú setja bílinn á sölu. Já, nákvæmlega. Og þannig að fólk er að ljúga sko hvernig það lítur út á hana. Nei, er ekki setta myndir inn á þetta? Jú. Já, kannski bara velja bestu myndina sem er tekin 2001. Já, þetta er eins og, þú veist, það er oft þannig með myndir, til dæmis eins og það eru prófælmyndir á Facebook en þú getur samt ekki dæmt af henni, sko. Nei. Skilur, það er að setja einn mynd sem, já, nákvæmlega, þú getur sett einhverja mynda frá 2020 og... En ég skil þetta samt alveg, því að, þú veist, ok, maður hugsaður, já, ég er alveg frábær, þú veist, og ef einhver sér bara eina mynd af mér og lesa eitthvað, ég er hess og frábær, þú veist, en hugsaður, ef að manneskjan kynnist mér, þá vill hún vera með mér. Já, þannig að maður þarf aðeins að selja sig til þess að ná fyrsta deitinu, en er það samt ekki betra að þú færi deitið út á hitt að, sko, ok, hann segir, herru, hún er með svo miklu sætari heldur en hún var á myndinni, fattar þau, eða svona, hún er miklu sætari en hún lýsti sér. Þá kannski færði engan á deit. Nei, reyndar, nema kannski eitthvað sem er honum mjög desperat. Já, eða byrja að tala saman fyrst, það er eitthvað snið, það er oft svona tjatt á svona. Ef að þú væri núna inn á stefnumótasíðu, Anna, hvernig myndir þú lýsa þér? Ég myndi ekki ljúga held ég, út því að, þú veist, það verður svo mikið vonbrigði þegar gaurinn kemur á deitið. Já, og ég myndi bara segja, ég væri meðalhá, meðalsæt og meðalgreind og væri skemmtileg og hress og jákvæð og til í að kynnast einhverjum skemmtilegum. Já, þetta er þú veist með mikið að meðalhalda. Meðalhá, meðalsæt, meðalgreind. Ég er bara svona meðal, ég er ekkert eitthvað, þú veist, 2,20 og með brún augu, sko. Nei, en ég efast líka að vera margir inn á síðinu sem myndi vilja fara að hitta stelpur sem er 2,20, sko. Jú, fullt. 2,20, Anna? Nei, ok, 1,80. Ok, 1,80. Má ég spyrja, hvað ertu að há? Er það eitthvað svona feimnismál? Nei, ég er 1,62,5. 1,62,5? Já. Ok. Mamma er bleið 63. Mikið að metast þetta. Já, þú ert aðeins minnir mammaðinn? Já. Já, ok. En hvað myndir þú telja svona meðal, hvað finnst þér að hvern maður ætti að vera hár? Bara eins og hann er. Já. Þessi. Nei, af því að, sko, við vorum að ræða í vikunni, ég veit þetta er aðstæðlega spurning, en við Sveppi það var inn á sama FM preppi, þá voru að tala um að konur, sem sagt, 52% kvenna vildu menn sem eru 1,82 eða hærri. Skilur sem er ekki jákvæð til dæmis fyrir hvorki mig né Sveppa eða Pétur Jóhann sko, já, nei, ég hef verið með manni í mörg ár sem var svona hár og mér fannst það frábært svo kærasti minn eftir það var bara rétt hær en ég og þá þurfti ekki að standa tánum þegar ég var að kissa hann ég fattaði ekki fyrir en ég byrjaði næsta ég bara, mér fannst það bara skemmtilegt skemmtileg tilbreyting já, maður er alltaf svona krampa í kálvan en maður er lengi að kissast Þannig í fyrra sambandinu þá varstu komið rosalega kálvaða Já Það varst alltaf að kálvaða eitthvað En þú er að setjast til að kissa þig Ok, þar er það Þannig að þú ert ekki sammála því? Nei, alls ekki sammála því Ég fíla það En það var Sveppi brjálaður Já Því hann er svipa hár og þú Já Nei, hann er hærri Já, hann er 1,70 Já, það er fullkomið Já, fullkomin stærð, segir Anna Svava. Sveppi er fullkomin. Sveppi er fullkomin, talandi Fullkomin, það er komið að Michael Bublé og laginu All I Want for Christmas is You. Já, Michael Bublé þarna ferð og, þetta er mjög vinsælt jólalóð, mikið beðið hvernig fannst þér þetta, Anna? Fallegt. Já, herðu, má ég segja hlustendum hvað er að gerast þarna á netinu hér? Já. Það ekki? Það er verið að bjóða önnur Svöfu á date bara hérna í beinni. Er þetta ekki vinniðinn á Facebook? Nei, reyndar er þetta ekki vinnu minn. Nú, ok. En var Adda eða? Það var Adda mér, sko. Ég veit ekki alveg, þú veist... Við skulum ekki nakkar innan, en ég sverða að þetta er dagsætt. Nei, ég vil ekki gera það. Nei, ok. En hvað sendi hann? Hann sagði, date ekki bara málið? Er hann búinn að vera að hafa eitthvað samband við það? Já, bara svona, síðast ég var í þættinum, hann hóttu mig, og núna, aftur því í þættinum. Okay. Hann er mikill aðdáandi þáttarins, sko. Já, en ertu ekki að spá að skella það bara? Nei. Af hverju? Æ, ég þorir aldrei á svona date. Þorir ekki á date? Nei. Þú varst ekki á date síðast ekki?
Jú. Sko, þú ert bara að segja þú nóg mikið. Mér finnst alltaf leið fyrir að deyta ef við þekkjum náungan, sko. Já, það er svolítið skeri, Já. En ertu svona típan að þú ert að fara á, ferðu mikið á blind date? Nei, aldrei. Nei. Og ef ég skildi fara á blind date óvart, þá myndi ég örugglega byrja með gurnum. Nú? Nei, bara, þú veist. Bara af stressi eða? Bara, maður bjóður að drikk, nei, viltu ekki bara byrja með mér? Hörru, nei, bara byrja bara saman. Nei, þú veist, auðvitað, þetta er svo mjög fyndið, þú ert svo fyrsta hérna inn í þessu stúdíói sem ég hef unnið með hérna, sem er búið á date í beinni. Já, er ég ekki líka einu stelpan? Jú, en ég menn það er alveg að bjóða strákum á date. Já, reyndar, einmitt. Já. Ég skal næst það í þættinum og ég er að hlusta og skal ég bjóða okkur á date. Já, ok, bjóða ykkur að strákunum á date. Já. En, já, Anna, fyrir eða þú ert að hlusta, hún er svona hugsetið, þú mátt ekki skjóta niður í beinni strákin. Nei, ég bara, þú veist, það er að koma jól. Já, þú er bara nóg annað að hugsa um. Já, það verður svona fínt að eiga jólakærasta. Jólakæró? Já. Já, það er einhvern svona til að kúra með. Já, og líka fá gjöfina, þú veist. Já, reyndar sko ef þú, maður sjá. Ég er ekki að meina auka gjöf, ég meina sérstaku gjöfina. Já, ekki auka gjöfur. En samt að þú segjum að þú þessi strákur, sem við segjum að sé bara, og þessi nafnlaus. Já. Ég ætla að kalla hann Jonni. Já, Nafli, ok. Segjum að þú og Nafli færið á date. Og samt sko færið þá á date helgina. Já. Þannig að, veist, ok, svo eftir helgi þá er eiginlega komið jól, þannig að þetta er það stutt samband hjá okkur að þú myndir ekki fá dýragjöf frá honum held ég. Nei, en ég myndi svo að fá gjöf. Slæðuð eitthvað, já, fengir auðvitað gjöf frá honum, annað verið steikt. Eða í skóinn. Já, en hvað hérna, hvar býrðu? Ég bý á Skólavörðustíg. Já, ok. En þannig, tölum að þessu þig. Herðu, það er komið að auglýsingum Anna Svava, en svo getum við alveg rætt á. Já. Fáum smá auglýsingar. 957 mælir með versluninni Original Smáralind. Original er með flottmerki eins og Minimum, Frank Q og Blend fyrir herrana. Frábært úrval af skyrtum, peysum, gallaböksum, bólum og yfirhöfnum fyrir herrana ásamt kjólum, kápum og öðrum fylgihlutum sem að dömurnar elska. Þú finnur jólagjöfina í Original Smáralind. Fylgstu vel með á FM 957 í vikunni og þú getur verið heppinn og nættir í Minimum skyrtu og bindi, jólakjól, Blend gallaböksur fyrir hann og kápu fyrir hana. FM 957 og Original Smáralind. Gleðileg jól. Plata vikunar á FM 957 er safplatan Party Pop. Skotheld safplata fyrir krakka og úlinga á öllum aldri. Flytjendur á plötunni eru meðal annars Páll Óskar, Black Eyed Peas, Rihanna og Britney Spears. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu vel með og nældur í eintak af Party Pop sem er plata vikunar á FM 957. Ert þú í vafa hvað átt að gefa í jólagjöf? Gefðu skemmtilega gjöf. Gefðu gjafabréf á English Pub og þú færð vini þína til að brosa. English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Ertu 25 ára og ert að verða sköllóttur? Hvað skal gera? Heilræði gils. Naturfrisk Engifjöröl. Gleðilegur jóladrykkur. Jólasveinar athugið, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, háalætisbraut. Ef jólagjöfin kemur frá Jóa útherja, þá er pakkin mjúkur pakki eða harður pakki. Allavega stórkostleg gjöf í alla staði. Hó, 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 hó. Jói útherji Ármúla, jóiútherji.is. Records kynnir Jólaplögg Records á NASA föstudagskvöldi 16. desember. Vegleg tónleikaveisla með Of Monsters and Men, Agent Fresco, Sigur, Locker B og Orphic Oxtra. 51 sem mæta fá glaðning frá Bífíster. Forsala miða er hafin á miði.is og er miðað aðeins 1500 krónur í forsölu. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Einfallega allt til jólana, allan sólarhringinn í Hagkaup-skeifunni. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Þú jólasveinn, jólaðu upp með jólaspilinu. Jólaspilið, finnu krakkan í þér. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Gítarar, hljóðborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is.
Fjölskyldu alias svo skemmtilegt því að það allir á móti öllum og svo líka sérstök fullorðinsspjöld sem mjög fyndin. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Heineken Star Party á Kaffi Oliver næstkomandi laugardagskvöld. Vicky og Samaris, sigurvegarar músiktilrauna 2011 stíga á stokk og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Ný risastór Outfitters Nation sending að koma í hús. Flottar vörur, frábær verð. Tilvalið í jólapakkan. Outfitters Nation Kringlunni. Kaffi Akureyri kynnir Prófloka Jam FM 957 föstudagskvöld. Our Lives opna kvöldið og hinn eini sanni Heiðar Austmann heldur upp í jamminu fram á rauða nótt. Á laugardagskvöld halda Matti Matt og Pétur Örn upp í taumlausir gleði lengur enn þig grunar. Kaffi Akureyri. Hvað það kallað? Nema réttafís! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DVD og Blu-ray. Hvernig áttu að sigra skemmtistað? Heilræði Gils. Jólaball Reykvík, Jólaball Reykvík, Faktori og Smirnoff, laugardagskvöld. FM 95 Blö í boði. Smálán-Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Mikið partílag og mikið stuð í FM 95 Blöð enda föstu dagur og já, helgin runnin í hús og ég held að sé, eins og ég sagði aðan, hellingur að liða að fara að gera eitthvað þessa helgina. Já, en Öddi. Síðasta helgi fyrir jól og svona. Skal þú hætta að tala eins? Nú, ég skal hætta að tala. Já, sko, mér finnst þú sleppa alltaf auðveldlega, alltaf þegar við erum að ræða einhvern eða mig, þá talar þú aldrei þig. Þannig að ég var að spá hvort þú vildi koma á Trúnó. Koma á Trúnó? Já. Það maður ekki verið glasið til þessu? Nei, þú veist, Ertu svona típa sem fer á Trúnó? Nei, ég nenni því ekki nefnilega. Það er svo leiðilegt að eyða maður að skemmta sér, þá vil maður bara vera að dansa og kjafta og gera eitthvað skemmtilegt. Mér þoli ekki því króið afengstæra í Trúnó, sko. Eyða kvöldin í því. Já, það er það versta sem lendir í. Ef þú ert króar af Trúnó eitthvað sem nennir ekki að Trúnó með, en gott Trúnó getur samt alveg verið good shit, sko. Já, í alvegni, hefur alltaf fundist það, já. Það er alveg gaggan, kallið minn, eitthvað svona. En það skemmtist það yfir borðið og svona, ég heyri ekki. Nei, það er þetta skelfilegt. Þannig með þetta hvort við getum ekki bara farið í Trúnó núna. Það er bara búið. Ok, en hvernig þá? Ég veit ekki, bara svona, ég var að hugsa svona, segjum að myndið þú fara að Blind Date? Myndi ég fara að Blind Date? Já, þannig ég var ekki búin að sjá stelpuna áður. Ok, ekki búin að sjá myndir og chatta við henni eitthvað smá og svona? Jú. Ok, og þetta er örugglega svona spurningar sem hún myndi spyrja. Já, ok. Ertu búin að búa til spurningarlista? Nei, nú ætla ég bara að vera Blind Date með þér. Ok. Og Trúnó, í sambland. Ok, ég kom með eitthvað svona smá kjánarhóll en prófum við það. Ég þykist erum við inn á klósett á skemmtistað. Ok. Út af því að ég heyri ekkert hvað þú segir fram mig. Nei, ok. Við erum að ímynda okkur. Ok, erum við ímynda okkur að við séum inn á skemmtistað, inn á klósetti að spjalla saman? Já, ég var ekki alveg búin að undirbúa þetta. Nei, ok, ég skal prófa þetta. Ok, við ætlum ekki leika við síðan samt eitthvað full. Ég er bara alveg... Nei, það er kjánalegt. Ok, langar í barn? Ekki alveg strax, en einn daginn vonandi, já. Hefurðu hugsað um það? Já. Það er náttúrulega, það er allir í kringum með konum með börn, sko. Já, finnst þér það leiðilegt? Nei, mér finnst svona eins og, veist, ok, Simmi á, sko, hann á 3 börn, Jói, veist, mér svo Hugi á bad, sko, Pétur Jóhann, hann var eignarstrák, Sveppi, kona, hans ólíkta. Mér finnst stundum eins og þessi strákar sem voru með mér í 70 mínútur sem ég að reyna að minna mig á hvað ég er mikill aumingi. Þannig að ég er svona... Já, þannig að þú segir, maður ekki bad þegar maður er aumingi? Nei, alls ekki. Mér er svona eins og, veist, að því að allir af þeim er að því. Ég er ekki að segja að þú seti aumingi annars hafa. Nei, ég er að tala um þig. Já. Nei, jú, einn daginn, vissulega. En hvað myndir þú veist, viltu eiga barn og vera í ég veit ekki hvort þú ætlar að ferma barnið, en ef þú myndir gera það, myndir þú vilja vera svona 70 í jakkafötum í fermingaveislunni á sinniðinum? Nei, engan áhuga á því. Þannig að hvað setur þau mörg ári í þetta? Þetta er óþægilegt. Ég hef ekki gefið þessu, setja okkur á 3 ára planið eitthvað. Ok, þá þarftu, þú veist, þú vilt ekki byrja með stelpu morgun. Nei. Hvað viltu vera með stelpunni lengi, til dæmis, áður nú ákveður eignast börnminu? Þarftu eiginlega að byrja með einhverjum morgun þá? Nei, okkur. Og til því að, segjum hún byrja með henni morgun, ert með henni í 1 ár, þá ákveðið eignast barn. Já. Og þá þurfa hún að ganga með henni næst í 1 ár. Já. Þá ertu búin að Æ, okkur ertu að reyna að draga mig úr feeling hérna á föstudegi? Ok, en ertu skotin í einhverju? Nei, ekki henni. En ef þú mættir, ertu náinn systkinaðinum? Mjög svo. Öllum? Öllum, ég á bara 2 systur. Og ertu skilnaðarbarn?
Já, foreldrar mínir, já. Eiga þau semst ekki börn í sekurlegi eftir skilnaðin? Nei. En eiga nýja maka? Pabbi, já. Og ekki eignast barn með... Þannig að þú átti ekki svona... Hún átti ekki barn heldur, konan sem hann giftist? Nei, jú, eitthvað þannig, en ekkert sem ég þekki þannig sér på. Ok, ef þú mættir ráða hvað þú mættir gera í lífinu, bara alveg sama hvað það er, hvað myndir þú vilja gera helstu öllu? Ekki eitthvað svona fallið og stökk, bara hvað myndir þú vilja vinna við? Ég allavega svona á Íslandi held ég sé skemmtilegast að vinna svona hægt röður í, sko. Ok, í útlöndum? Í útlöndum, ég væri til að vera leikari. Já. Ég myndi á mjög gaman að því. Akkur sækir ekki um í leiklisskólanum? Það er ekki seint. Ég bara einhvern veginn aldrei, sko, finn það ég er búin að segja það í mörg ár, bara ég ætla bara að kíkja í leiklist og eitthvað, svo ger ég aldrei. Hver var með námskeið daginn? Og þú fóru fylgt að, það var einhver með námskeið daginn og ég fór ekki sveppa á það námskeið og alls. Já, Steindir á einhverju námskeið núna, Já, Steindi, einmitt. Já. En ertu óöruggur með þig á einhverju sviði, annarkvæmt líkamlega eða í einhverju svona, þú veist, ertu óöruggur og tala ensku eða? Já, ég ofta óöruggur sko á svona, ég veit það ekki, jú, en... Hvernig, byrju? Hvernig? Já, veist, ef ég þekki manneskinn ekki, veist, eins og mér finnst voða létt að setja hérna fyrir fram á mikrofónin og bulla, en ef ég hitti svona eitthvað sem ég þekki ekki það vel, þá er ég mjög feiminn og það er svona virka ég þá stundum eins og ég hef engan áhuga að tala við en ég bara, veist, ég er með snertifælni líka, þannig að þetta er mjög skrítið, sko. En þannig að þið finnst óþægilt þegar þú hittir fólk á djammanu og alltaf taka í spana þig? Nei, það er spil alltaf. Ói, ég er alltaf bara eitthvað með vettlinga. Já, en ef það er að faðma með eitthvað svona, þá finnst mér svona, ok. Já, en mér finnst ekkert mál að taka hendina. Þannig að næstu þið hittið auðvitað, niður bæ, knúsið hann. Að því hann er með snertifælni og er í búlutrúnu. Ég veit ekki. Jú. Er eitthvað sem þið langar að segja? Hvað segir þið? Er eitthvað sem þið langar að segja? Notar þið tannþráð? Notar þið tannþráð? Nei. Aldrei? Nei, en tannburstan mitt í svara daga. Já, þú verður samt að nota tannþráðsnittum í alvörunni. Ok, ég skal byrja að nota tannþráð. Það er skemmtilegt. Er þetta sem myndi, já ég veit ekki, ég fann svona, mér finnst óþægilt að vera hinum með við borðið, ég veit ekki hérna. En nú þekki ég þið betur. Ég veit það, mér finnst þú að létta svona að drita þig, en svona leið og snýst við, þá er þetta svona, breytist bara röddin í manni, sko. Ég hef fundið fyrir þínu blá. Já, ég veit það, það styttist í Sverrir Bergman, hann er þetta með föstudagslægið og ég er að spája að gefa ykkur svona, hann ætlar að taka lagið Hero með Bonnie Tyler og ég ætla að gefa ykkur svona forsmekkaði hvað er á leiðinni, því að nú veit ég að ég er með hlustendur á öllum aldri og ég get lofa ykkur því að það eru einhverjir hlustendur án úti sem að vita ekki hver Bonnie Tyler er eins og niður. En gott að þau eru að læra það núna. Já, og hvað þá lagi Hero, en ég ætla aðeins að setja á. Þetta er lagið sem Sverrir Bergman ætlar að syngja hérna eftir 10 mínútur í föstudagslæginu. Okkur kemur það ekki. Þetta er gott lag, þetta er eina lagið sem er þögn. Já, herðu, þetta klikkaði eitthvað Ég get sungið að þú vilt. Já, græjan er hann að koma. Ég var svo spennt að fara að syngja. Nei, ég er að skýta á mig með þetta hérna. Þetta bara, herðu, þetta gengur ekki að mér. Og hvað þetta er pirrandi, ég ætla að spila lagið. En á ég að syngja það? Ég finnst ekki að finna þig að þú sér alltaf nei því ég byrði það. Ég er búin að spila það þrisvar. Ok, prófa að syngja það. I need a hero. I'm looking out for a hero till the end of the night. And he's gotta be strong and he's gotta be tall, 182 and he's gotta on the down. Ok, þetta er alltaf að lagið en ég skil ekki okkur að kemur ekki inn. En í staðinn þá skulum við bara fá jólalagið fyrir jól. Þetta jólalag Anna Svava. Mér finnst það æði. Finnst það ekki? Jú. Já, en ég er búinn að ná að græja hérna, ég get spila lagið á eftir sem að Sverrir er að fara að taka. Hjúkett. Já, annars ætla ég að bjóðast til að syngja aftur. Já, ég er sem betur fyrir búinn að fylla, annars að ég láti þeir syngja það. Það styttist í Sverrir Bergman, hann á að koma hérna að taka föstudagsslagið og svo ætlum við líka að spila fyrir ykkur 2 öð sem við gerðum fyrir í dag og Anna Svava, sem að tengdist símaskrám okkar. Virkilega skemmtilegt, svo er nördahotnið og fleira hérna framundan, þannig að það er nóg að vera hjá okkur á þessum föstudegi. En ég ætla að spyrja Anna samkvæmt könnun hérna frá Breitlandi að þá eru 76% af öllum tögguðum myndum á Facebook sem að ef einhver tagga þig, þú veist hvað það er þig? Já, merkja. Já, merki. Og þá 76% af öllum tögguðum myndum í Breitlandi að þá er fólk drukkið á myndinni. Nei. Drukkið? Já, þannig að þá ertu, ég fór einmitt að hugsa, getur það ekki bara vel staðist á Íslandi líka? Alltaf þú ætti að sjá fólk taggað eitthvað svona myndum. Ég ætla að fara hérna inn á mig. Þá er fólk dauðadrukkið á myndum. Nei, kannski ekki dauðadrukkið, en það er svona, frá þjóðhátíð eða síðan í ammalunum síðustu helgi og... Svona jammyndir. Já, ertu ekki sammála við það? Í myndavélar náttúrulega poppa oftar upp svona í samkomum.
Já, það sem ég er að segja og þá er fólk fólk í vinnunni eitthvað, hei, byrjuðum að taka myndaðir. Akkurat, og í svona samkomi þá er fólk ofta að fá sér í glas, þannig getur þetta ekki bara staðið 76%. Ég ætla að taka hérna bara ég ætla að taka hérna bara 10 myndir, random. Já. Ok, byrja hérna. Ekki djam. Já, er þetta takkaði myndir eða? Já, ég er að telja. Ok, það voru 4, heyrðu það var að banka klukkan. Það er trublun. Já, það var að trubla hérna, en hvað segirðu? Ég er svona 30% á djaminu, meðan við þessar 10 myndir sem ég tók, ég ætla að tökka á 200 okkar myndum, eða veit ekki hvað margar. Ok, en segðu mér annar mál, notarðu mikið Facebookið þitt og myndir eða? Já, ég taka mig ekki. Nei, en þú veist, ert þú að taka aðra, ertu mjög aktíf á Facebook? Ég er mjög aktíf á Facebook, en ég set ekki myndir inn sjálf. Ok, aldrei í því? Nei, nema að sé eitthvað svona sérstætt svona. En ég eyði oft, ég aftaka mig samt oft. Já, eða þú ert ekki sátt með myndina? Já. Já, ég held að stelpur gerir það mjög oft. Gerð þú það aldrei? Að aftaka mig? Já. Nei, ekki. En þú verður eitthvað með landabrúsa eða dauður í sófa eða? Jó, ég meina ef það kemur mynda mér með landabrúsa dauður í sófa, þá myndi ég sannlega aftaka myndir að ég er með fjölskyldum mína að inni og svona, en ég held að það hefur ekkert gert í langa tíma. Ertu oft með landabrúsa eða? Ég hef aldrei drukkið landa á ævi minni, spáði því. En þú getur komið til þín á laugardaginn? Ná, ertu að auglýsa þinn í útvarpinu að ég getur komið til þín á laugardaginn og drukkið landa? Nei, það hlýtur að símbúða einhvern. Hvað segirðu? Það hlýtur að símbúða einhvern og kaupa svoleiðis, það ekki? Já, ég er bara engan áhuga á því, maður. Það er einhvern veginn sko að því ég er svo mikil gikkur og ég, þú veist, eitthvað, ég veit það ekki, ég treysti engum. Kannski ef að pappið mér myndi bruka það, myndi kannski þóra þig. Já, ég var nú líka bara að djóka, ég hef ekki drukkið landa nema því ég var 13. Þú ert samt svona landatýpan. Það? Ég er stríðar. Nei, 0. En ok, hérna, svo ég haldi áfram að ræða myndirnar á Facebook. Já. Hugsaðu mikið, að því að, þú er átt að því, ég fæ ekki það oft stelpuðin þáttinn. Nei, kottu bara með þetta. Já, ertu mikið að spá í prófælmyndinni þinni? Þú veist, hugsaðu með þér, ok, það komið tíma á eina nýja sæta mér. Já, sko, já, ég hugsa, sko, já. Ég veit ekki, já, ég hugsa alveg svolítið það. Já. Ekki svona eitthvað svona. Ég vil hafa raunsæja mynda mér, þú veist, eins og einu sinni var ég með prófálmynd sem var stutthár og lengi, en var komið sítt hár og það var sem ég var að blekja einhvern. Já, varst að svindla á þessum strákum hann úti sem eru eftir þér? Já, svona pínu, já. Og þarna, en mér finnst skemmtilegast að hafa einhver svona astnalega mynd, svona bara eitthvað svona, þú veist. Mundur alveg verið með myndaðar á prófæla sem út að gretta þið bara á Já, oft gert það og líka bara eitthvað astnalegt, þú veist, hafa eitthvað dýr eða tæri eða eitthvað, nema þá þekkist ég ekki. Nei. Og oft er eitthvað svona, ég var að reyna að finna það á Facebook, ég ætlaði að biðja maður veislustjóri. Ég fann það ekki, þannig að núna er ég bara með mjög svona bara, venjuleg, brosandi andlitsmynd. Ok, en hefur þið verið með mynda prófæl svona þar sem það var eitthvað sem sagði að þetta væri kallað skingumynd, þá sérst alveg rosalega greinilegt og þú tekur myndina þig sjálf. Já. Ertu átt með þannig? Það sem þú sér bara, þetta er flott mynd, sko, ég verð að nota hana. Allar prófælmyndir sem ég er með eru inn á, þannig að maður getur bara að sé það. Ég er með blóðunarsér og einnig prófælmynd, hópmynd, barnamynd, ég er svona með barnamynd. Já. Og mynda mér og hófi líka. Hólfríður Karlsdóttir? Já. Ok. Mynda mér er borið nefið því á 5 ára. Nei, heyrðu, ég er með enga svona, ég myndi segja, myndir sem ég er núna er mesta skingumyndin sem ég á að mér. Ok. Sem er ekki mikið skinga. Þá getur fólk bara að sé það inn á Facebook eða vilja sjá önnur sögur sem skingu, þá kikið á það. En ég var í áðan, ég drölla á mig með það, Sverrir er rétt á kominu, er að fara að taka föstudagsslagið og ætlar að taka lagið með Bonnie Tyler sem heitir Hero. Ég ætla að reyna að spila fyrir ykkur áðan, en eins og ég segi, gat það ekki, en nú er ég búinn að laga það held ég. Á ég að syngja það? Þarna er það komið. Þetta er föstudagslagið. Nei, ekki skrúa niður í mig, ekki skrúa niður í mig. Lagið Hero með Bonnie Tyler. Já, það eru 10 sekundur eftir lagið, það er að klárast og þetta er lagið sem Sverrir Bergmann er að fara að syngja hérna eftir skammastund, þannig að þá svo fólk svona þekki lagið, ég held samt að ég myndi halda meiri hlutin af hlustendum viti hvað lagið er. Já, ég held það. Ég vona það, þetta er líka mikið stuðlað, föstudagslag. Já. Og gaman að sjá hvað Svessi gerir með þetta, það styttist líka í að við Anna Svava gerum hérna ötun okkar úr símaskrám. Já. En annað sem að ég ætla að spurja þig út í, Anna Svava, hver finnst þér? Af því að ég er kona? Nei, ekki að því út kona. Ég ætla ekki að það er ekkert allt tengt í ásett kona. Ok. Hver finnst þér svalastur í Íslandi? Af því ég var að spája fólk hlustundi til að taka þátt. Nú erum við að gera hringja í 511-0957 og við ætlum að gera svona stjórnakönnun. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Sko. Þú veist, af því að fyrir ykkur sem er að hlusta, Ryan Gosling var valinn svalasti maður heims núna af einhverju könnun og einhverju blaði. Má ekki segja svali?
Svali á FM? Já, þú mátt alveg gefa honum þitt atkvæði, sko. En veistu hvað, mér langar að gefa atkvæði, en ég veit ekki hvort það sé út í útvarp og eitthvað stressu, en ég Þetta var Time Magazine sem að valdi Ryan Gosling sem svalast manni. Ok, það enda randist, já. Já, en ég man ekki hvað hann heitir, gaurinn sem var að byrja með Bryndísi Ásmunds og bjargaði hestum. Já, Fjölnir Þorgeirsson. Vel gert, what a man. The Fjöl, já. Hann fær mitt atkvæði líka, þannig að Fjölnir Þorgeirsson kom með 2 atkvæði. Ég ætla að sjá hvað hlustendur segja, við erum aðtuga hver finnst ykkur svalasti maður Íslands. Ryan Gosling sem sagt svalasti maður heims. Maður sjá, FM 95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég myndi segja að það var G-höfðinginn. Það verið G-höfðinginn. Já. Þá hann kominn á blað Fjölnir Þorgeirs með 2, G-höfðinginn 1. Takk fyrir þetta, Ganli. Já, takk fyrir. Ok, herru þá sjáum við hérna FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þið að vera svalasti maður Íslands? Herru, mér finnst að vera Ingvar E. Sigurðsson. Vel gert. Já, ég er þetta verið að gefa það líka. Náttúrulega bara heitasti maður Íslands og leikari og bara sjúklega flottur. En finnst þér hann ekki að það er svo gamall fyrir þig? Ég er náttúrulega 18 og mamma segir ég sem er old man syndrom, þannig að... En finnst mömmuðinn hann líka sætur? Mömmu það mjög sætur líka. Já, En mamma heldur hún eitthvað sátt ef að þið myndu byrja saman? Nei, ég var stórlega það. En Ingvar, mér finnst þetta er gott atkvæði. Hann er rándýr. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk. Ok, maður sjá. FM 95 blöð, hver finnst þér svalastur á Íslandi? Þú. Hvað er fyrir það? En fallegt. Já, ein lítil hann. Ég ætla samt að skrifa þetta atkvæði. Takk fyrir það. Nei, byttu. Og hvað ert þú gömul? 12. Já, ok. Takk fyrir æðislega. Þetta er auðvitað litla frækka. Takk fyrir þetta. Bye bye. Hún feimin hann. Ég ætlaði að koma þér að blind date. En 12 er hans ungt. Já, ég hef ekki gefið henni 2 ár. Nei, ég þegi það. Herðu maður sjá FM 95 blöð. Ég er að grínast. FM 95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Sko, ég verði eiginlega að spyrja leyfi til þess að fá 2 atkvæði, sko. Ég bara get ekki gert upp. Ok, hverjir eru það sem er að berjast með þess atkvæði hér? Það er Hilmi Snær. Hilmi, já, Það er náttúrulega ekki til maður sem öflugri rödd heldur en hann og tala Sammála því, Anna? Ég er ógeðslega sammála. Og pappans. Já, pappans er Eða sko röddin á pappans. Já. En hver var að berjast við hann? Svo er það hann kvikindi sem var með þér í gær. Kvikindi sem var með mér í gær, Hjöppi K. Já, bara, þú veist, no homo, en maðurinn er bara, skilur, maðurinn er bara með þetta. Hann er bara harðar en allt sem allt er. Hann verður ánægð með þetta, ég get lofa því. En hvernig myndur þú lýsa þér? Ef þú verður á datingsíðu eða eitthvað, eins og varum að ræða á hann? Já, hvernig myndur þú lýsa þér? Seldu okkur þig. Já, ég myndi lýsa mig bara sem góð strák og hressum. Já, ertu á lausu? Nei, ég er ekki á lausu. Nei, ok, takk fyrir, bless. Þetta veitir, takk fyrir atkvæði. Já, annars var það eitthvað að tjekka. En maður sjá, við skulum gefa 4 símtali viðbútt. Jú, og þú veist, allavega. Já, FM 95 blöðgandaginn, hvernig er svalastur á Íslandi? Já, það er hann Egil okkar Gilsníker. Það er Egil Gils, hann fer hérna. Var það líka Já, G-höfðinginn, hann er með ansi mörg nöfn, þessi strákur. Ok, ég vissi ekki alveg hvað það var. Herru, takk hérlega fyrir þetta, mestari. Takk. Og Gunnar. Herru, maður sjá, FM 95 blöðgandaginn. Já, lækki útvarpinu. Já. Já, hver fæði þitt atkvæði í svalasti maður Íslands? Herru, mér finnst Erpur. Erpur? Já, hann var ekki komin á blaðan. Nei. Þetta er Snei og Sverri Bergmann að þetta er í stúdíu, þannig að það styttist í första klæðið, hann var fastur í trafík. Mér finnst líka, ég er mjög ánægð með að það er önnur stelpa sem hringir, en þriðji gaurinn. Já, ég held að það er fullt af stelpum að hlusta. Já, ég er að segja það, ég vil fá fleiri stelpur. Já, en ég vil svalasti gaur Íslands. Já, nei, kjósan. Já, kjósa. Já, ok, herðu, þú segir Erpur. Já. Takk að hæsla. Já, takk. Ok, bye. Við skulum ekki að rífast fyrir fram að barnið hana. Maður sé að FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, hver finnst þér svalastur á Íslandi, karlmaður? Herru, Gummi Ben. Gummi Ben, hann var ekki komin að hann er alveg sýtlingur. Byttu, hver er það? Það er íþróttafréttamaður, hann lýsir fótboltaleikjum og... Var hann handboltaþjálfari? Nei, hann var í fótbolt einu sinni. Ég veit ekki hver það er. Herru, Bóti. Já. Þú ert líka svarur. Takk að kjalla fyrir það. Takk fyrir það, vinnur. Ok, bye. Ert þú komið 2 atkvæði núna? Nei, þetta var Gummi Ben. Ég fæ ekki atkvæði þarna. Og er eiginlega ekki í keppninu. Þetta er Fjölnir, Ingvar eru konur á blað, Hilmi Snær, Hjöppi K, Erpur og Gummi Ben. Mér finnst ekki að þú er að gera svona lítið og sjálf þér. Nei, það er bara Þú ert búin að fá 2 atkvæði. Ég er að stjórna þættinin hérna. Taktu þig bara. Já, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þér svalastur á Íslandi? Fjölnir Þorgeirsson. Fjölnir Þorgeirsson. Yes. Hann er komið 3 atkvæði, The Fjól.
rosalur. Hann lítur að vinna þetta. Já, hann er náttúrulega maðurinn, hestamaður og allt. Ég veit að það er ekki hægt að segja annað sko, en hann sé, þú veist, nákvæmlega, þetta er maður sem bjargaði 80 hestum, hann er ótrúlega lífsglaður og fallegur. Já, þetta er stórkostlegur. Ljósa grullur og allt maður, hann er bara með þetta. Og er hann ekki líka bara edrú og heilbrigður og... Nei, hann fæði svona alveg í glas og svona sko. Ok, en hann lítur allan út fyrir að vera mjög heilbrigður. Já, hann er ekki svona þreyttur og ógeðslegur framan eins og ég. Herri, já, takk aðeins, bye. Herðu, það eru, ef við gefa 3 atkvæði viðbót. Ok, hver er staðan? Staðan er Fjölnir Þór Gestsson með 3, Ingvar E með 1, Gilshöfðingin með 2, Hilmi Snæri með 1, Hjöppi K með 1, Erpi með 1 og Gummi Ben með 1. Já, 1 viðbót. Herðu, maður sjá, 2 atkvæði viðbót, FN 95 blöð, góðan daginn. Gylfi Ægisson. Það var hann komin á blað. Hann er reyndar sjúklega svalur. Já, líka Bjartmar Guðlaug, sko. Já, en ég fór á tónleika, hann kom að skemmta, hann Gylfi, einhverju partí sem var í og einhver borgaði hann fyrir að koma í korter. Það var allt kvöldið og það var skemmtilegasta kvöld sem ég upplifað. Já, það er ekkert annað. Það var æði og við vorum öll svona... Bara að fara að gráta? Ég er að gráta og bara heyrist ekki neitt. Þannig að Gylfi Ægis, hann myndi fá þitt atkvæði fyrir utan Fjölnir. Já, nei, ég sagði hinn fyrst. Já, hún sagði Fjölnir fyrst. Herðu, þá er það síðustu 2 hérna, svalasti maður Íslands, Ryan Gosling og valinn svalasti maður heims, má ég sjá. FN 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fætti þitt atkvæði? Herðu, það er Aron Pálma. Aron Pálma. Það er gott atkvæði. Já, ég ránaði með það. Er það handboltagur? Já, ungi handboltastrákun. Veistu ekkert bara neitt af þessu sem er að tilnefna hérna? Er það bara Fjölnir Þorgeir og Gylfi Ægis sem þú þekkir það? Herðu, takk hérlega. Herðu, þá er það síðasta atkvæðið. Hvern velur þú sem svalasta mann Íslands? Halló? Já, það er Erpur. Það er Erpur. Erpur er komin 2. Sko, að því að það er 1 hérna með 3 og 1 með 2 og eitthvað. Eigum ekki að því að Sverrir er komin í stúdíó. Við erum að fara að taka föstudagsslagi. Hann má kjósa, Sverrir. Já, gefum honum kjósa. En mér finnst að ættum að klára þessa kosningu svo 10 mínútur í 6. Lega fólki að hugsa. Þannig að við tökum bara smá pása hann núna. Hvað fær svalasti gaurinn í velun? Ég ætla að finna einhver good shit velun líka. Einhver mjög svöl velun. En herðu, við skulum fá örstuttar auglýsingar, svo tekur Sverrir Bergmann föstudagsslagið, þannig að ekki fara langt. Fyndu jólapakka FM 957 og Kringlunar. Á hverjum einasta degi til jóla felum við jólapakka merktan FM 957 einhver staðar í Kringlunni. Hver pakki inniheldur stórglæsilega gjöf frá einhverja af verslurum Kringlunar og heildar verðmæti vinninga er hvorki meira en minna en 500.000 króna. Við gefum vísbendingar hvar pakkan er að finna 3 sinnum á dag í þáttum Heiðars Austmanns og Audda Blöð. Á Þorláksmessu gefum við stærsta vinningin sem er brettapakki að verðmæti 100.000 krónur frá út í lífkringlunni. Fylgstu með á FM 957 og fyndu jólapakkan þinn frá okkur í Kringlunni. Við byrjum sunnudaginn 11. desember. Kringlan á FM 957. Gleðileg jól. Land og Sinir á föstudagskvöldi næstkomandi í fyrsta skipti síðan 2003 á Gaukastöðum. Á laugardagskvöldi er það svo gamla kaupilagið á Akranesi. Land og Sinir. FM 95 blöð er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredia lána sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredia. Lakkeról slettir úr körullanum. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Jæja, þetta eru snillíkandi Kanye West og Jay-Z með lagið Why I Love You So eða Why I Love You, en hingaði til okkar mættur Sverrir Bergmann Magnússon og það er fastur liður á föstudagum, föstudagslagið. Verður velkominn, Sverrir. Sælur. Hvað segirðu? Ég er góður. Það er ekki gaman að sjá stúlku hérna í stúdíónu? Jú, hún er æðisleg, sko. Gerist ekki oft? Nei, en gaman að fá að sitja með svona gullfallegri stúlku. Hvað er að gera með þessi? Hún er að adda mér á Facebook núna. Já, herru, ekki nóg með það, heldur var hún sko, það var maður að bjóða henn á date í beinni aðan á Facebookinu. Og hann var að senda mér ljóð núna rétt. Nei, alveg nei. Má ég segja nafnið þess? Nei, þú mátt ekki segja nafnið. Nei, ekki segja, en segðu... Má ég lesa ljóðið? Já. Má ég lesa það með röddinni minni hérna? Settu þá þig eitthvað svona, þú veist, mjúkarödd, ekki blöðlæð. Nei, takt eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona mjúkt. Kæru hlustendur. Nei, takt eitthvað svona mjúkt og fallegt. Ástfangið hjarta. Var hann að senda þér þetta í alveg? Svo viðkvæmt og blítt. Þitt hjarta er svo bjart og hlýtt. Þetta er fallegt. Það var enda ráðlega gett, sko. Með rím og... Finnst ykkur? Já. Já, gaman að þessu. Ég skora á alla að senda mér fleiri ljóð, nei. En þarna má ég spyrja þig, Sverrir. Já. Sverrir Bergmann Magnússon. Yes. Af hverju?
Því ég var skýrður Sverrir Bergmann og pappi minn heiti Magnús. Ok. Já, skemmtileg. Vá. Ég nefnilega með svo gamlega trúnu en þetta búið, þetta náðu ekki lengra. Já, bara spurður út í nafnið. Herðu, Svessi, þú ert að spila í kvöld. Já, herðu, ég að spila á Dönsku Kráni. Já. Og við erum með heilt band á það, það verður rosalegt. Ok, bara full hljómsveit. Já, hún verður það er bara þannig. En við erum með bassaleikara, trommara. Og Halldór með mér. Þannig að ekki bara þú og Halldór Gunnar sem að... Nei, við kannski byrjum að hitta þessu upp og svo keirum við taktin inn í þetta með bassarum. Ok, og er alveg nóg pláss fyrir fullt bandana inn á dönsku? Já, við tróðum okkur í hotnið, sko. Já, ok, hvernig byrjaði að spila? Þetta er skemmtilegt. Þetta við byrjum svona kannski rétt fyrir miðnætti. Elskar danskruna. Er tilbúið á jólabjór, veistu það? Já, hlýtur að vera. Örugglega. Ég veit ekki. Þeir eru alltaf með tilbúið á daginn, sko. Ef maður vill drekka á daginn, þá fyrir maður á dönsku krona. Það er gott fyrir það hlustendur andúti sem að vilja hella ef maður er með útlendingi heimsókn til dæmis. Já, svo ertu líka leikari. Það er það ekki þeirra tími að fá sér á daginn? Jú, leikari gera ekkert annað að drekka á daginn. Ekkert annað. Ég er til dæmis pissfull núna. Hvað er að ykkur? Hvaða lag er það að taka? Herðu, það er Holding Out for a Hero með Bonnie Tyler. Ég var reynda búinn að segja allavega. Já, ég veit, þú spilar líka á hann. Já, ég veit það. Mér svona, það er vani hjá okkur að spyrja hvað þetta var að spila. Já. Og eru þið búin að svona róa þetta, eða er þetta í sömu rock-útgáfu hjá Bonnie Tyler? Sko, þetta var svolítið svona fram og tilbaka, sko, hvað áttum að gera við þetta? Ok. En þetta lag er alltaf rosalegt, sko. Það við séum myndbætt þessu lagi. Já, það er rosalegt. Það er bara held inn byssu þarna bara, af því bara, aðeinslegt. En við erum ekki alveg á sama tempói, en samt svona smá, skilur. Ok, og er Halldór Gunnar, er þið klárir? Hann er klár. Herðu, þá er það föstudagslagið Hero, Svessi Bergmann, tjekum á þessu. Já, föstudagslagið klikkar ekki sem fyrr, I Need a Hero, Sverrir Bergmann og verður á Dönsku Kráni í kvöld, heldur þú að spila þetta þar? Ertu búinn að jafna þig? Já, ég er einn að spila þar. Ótrúlega, sko, ef ekki að rósa honum hérna. Jó. Mér finnst þetta æði. Mér finnst svo mikið tilfinning í þessu og þú veist, eitthvað svo mikið svona vindur. Já, Sverrir er tilfinning að vera, sko. Í guðana bænum. Það var að byrja þess aftur, eða? Nei. Þetta var alveg bara andlitaðar allt svo. Býtu, er það eitthvað svona skammast þinn? Nei, alls ekki. Nei, þetta var fallegt, virkilega. Já, þetta var mjög flott og eins og áður komið fram og þá ertu að spila á dönsku í kvöld og byrja hvað 11:30? Já, ábygglega eitthvað sliðis. Þannig ég ætla að leggja mig svona milli 8 og 10 eins og gömul. Já, láta renna þess að þér. Það er þetta mjög. Já, og mæta svo. Já, það er alltaf hann á dönsku, það er alltaf stemming, ég hef aldrei komið inn á dönsku og það er ekki tróðið að nynni. Það er eins og sjálft nóga fólki að bæði þar og englis líka. Svo er líka oft svona pubquiz þarna, sem er mjög skemmtileg. Ég er einmitt svona pubquiz lúðið, mér strikalega gaman í svoleið, sko. Já. En má mega hlustendur F9 blöð búast við því að þú takir einhver önnur föstudagslög? Já, ég keiri Hólar Löf og svo vorum við mjög hrifnir af Já, ég keiri Hólar Löf. Já, ég ætla að keiri Hólar Löf. Má maður ekki segja svolítið? Fyrirgjöf, hvað ert þú að fá þér að drekka hérna? Herru, þetta heitir Krummi og er eitthvað nýtt. Ég er bara að smaka þetta. Ertu ekki í vinnunni? Jó, þetta er útvarp. Segir leikarinn. Segir leikonan. Ég opna minn bjór, þú veist, þegar ég er búin að vinna í kvöld eftir sýningu, ég er að fara sýningu í kvöld. Ok, tölum þig, Sverrir. Já, ég var eins og í leikhúsi og það var alltaf eftir sýningu var bjór. Alltaf. Þú varst í hárinu? Já. Svo fór það. Ég drekka á sýningum. Já, þetta er eina próf sem heitir bjórinn. Ég er með svona stand-up, sko. Svona einleikur, þá er líka fínt að vera kannski með 1-2 bjóra á sviðinu, eða ekki? Það er alltaf lægi. Ég er bara með 1 í 1, ég er ekki alveg með... Nei, ég vona það. Svo fyrir hlið og svo fæ ég mér annan. Já, ok. Og færðu svo annan eftir sýningu. Og svo læti ég einhvern sækja mig út, ég geti kert heim með 2 bjóra. Jæja, það er hendur hárrétt þér. Ertu ekki líka búin að klessa bílinn tvisvar núna í þessum mánuði? Nei, það var einu sem klesta mig og ég klesta einu sinni. Já, ok. Ertu lélegur dræfir, Anna? Nei, ég bý á skólaversti, fólk klessi bara á mig. Já, ok, auðvitað. Það er bara desember, það er bara ef ég legg ekki með rassinn smá úti. Ég hef 2 sinnum með speilin. Og það er bara kert speilin bara, farið af. Já, á skólaverðustíma? Já. Það er gósi. En ég þarf að fara að læra bakk í staði, ég bakk aldrei, legg bara venjulega. Nei, það er svo amma mín, hún Lóma, hún er aldrei bakkað í stæði og hún er rúmlega 70. Og eru speklar þarna bílum hennar? Hvar býr hún? Hún býr núna í Vogum. Já, það er ekki að sama. Nei, hún er ekkert alltaf búið þar og náttúrulega átt að þetta er amma mín, sko. En hún tók bara það ákvörðun og hún ætlaði ekki að bakka í stæði. Flott. Já, og reynir að bakka sem minnst. Ég ætla bara að vera alls amma þín. Já, þeir eru líka mjög svipaði týpur. Hressar og skemmtilega. En herðu, Sverrir, alltaf gaman að fá þig í settið og... Séð þig í kvöld, gemli. Já, það var ekki kvöld að fara
á uppsendum mitt og svo beint á tónleikunum honum. Já, það væri að því að það búið á 17 tíma. Kostar ekki beint tónleikar sko, en þetta þetta svona bara rest sko. Þetta útgáfa tónleikar þegar ekki svo. Þetta ekki að selja diskinn við hurðina. Nei, hvað kostar inn á þitt? Nei, það er bara opið og bara stuð sko. Verður það bara að borga frá dansku? Verður það bara að borga frá dansku krónu? Já. Hvað er danska króna borgað? Ég er ekkert að tala. Það er bara rétt að ná upp í reikningum. Það er eitthvað sem segir mér, er ekki Halldór Gunnar og þeir með þér þarna? Jú. Það er eitthvað sem segir mér að bandið bara drekki upp í billinu. Það verður mjög gaman í kvöld, ef ekki bara segja það. Jú, herðu, það er hérna, ég veit þetta hljómar asnalega, en þetta er dagsatt, það er búið að byggja mikið lag sem er búið að spila áður í þessu þætti og Svali, Heiðar Austmanns geta á svo, spilar aldrei þetta, þannig að spila aftur. Þetta lag á að vera í powerspilinu, þetta var einu svona klukkutíma og Sverrir, ef þú spila þetta á dönsku krönu í kvöld, þá splæsi á þig tvöföldum netusmjöri í kakó. Næs, ég er með netóna mitt. Það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er. Þú þér uppáhalds jólalag. Jólalistin verður á Stöð 2 laugardaginn 17. desember klukkan 17:25. Við ætlum að finna 20 bestu jólalögin. Greiddu þitt atkvæði inn á vísir.is/jólalistin. Þitt atkvæði skiptir öllu máli. Jólalistin á Stöð 2 laugardaginn 17. desember. Naturfrisk Engiferöl. Gleðilegur jóladrykkur. Jólasveinar athugið. Gjafabréf í skóinn. Ísbúðin, Háalætisbraut. Í Smáralind finnur þú fjölmargar glæsilegar verslanir, frábæra veitingastæði og spennandi afþreyingu fyrir alla aldurshópa. Gefðu gjafakort Smáralindar og hver og einn fær sína draumagjöf. Sjáumst, Smáralind. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Kjaftaðu fjölskylduna í kaf og sannfærðu dómaran leið. Kjaftaskja er spennandi og sprengklægilegt spil. Alveg sprengklægilegt. Skildu þig jólin. Kjaftaskja jólaspilið í ár. Fæst í Hagkaup. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Í dag fær heppinn dæluleikilshafi áfyllinguna endurgreidda í jólaleik Atlantsolíu. Atlantsolía. Jólatilboð í 10.11. Við erum í hátíðarskapi og bjóðum frábær verð í desember. 10.11 og byrð í 20 ár. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pipmólum frá Nóa Sirius. Jóla. Sko, ég er alls ekkert að segja að jólaandinn sé neitt betri en jólasveitin. Nei, alls ekki. Ég er bara með miklu flottara skegg. Svo er ég líka töluvert grennri. Jólaandinn er hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsímum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Og meira tannaður. Heineken Star Party á Kaffi Oliver næstkomandi laugardagskvöld. Viki og Samaris, sigurvegarar músiktilurina 2011 stíga á stokk og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Komdu og kíkt á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni. Jack & Jones Smáralind. Kaffi Akureyri kynnir. Prófloka Jam FM 957 föstudagskvöld. Our Lives opna kvöldið og hinn eini sanni Heiðar Austmann heldur upp í jamminu fram á rauða nótt. Á laugardagskvöld halda Matti Matt og Pétur Örn upp í taumlausri gleði lengur enn þig grunar. Kaffi Akureyri. The four of us are all that remains of the Paramount kynnir Mission Impossible Ghost Protocol. Nothing can be left to chance. Geðveik mynd sem þú verður að sjá í bíó. Mission Impossible Ghost Protocol. Komin í bíó. Hvað er það kallað? Nema réttindís! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það er kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DVD og Blu-ray. Guskus á NASA. Guskus tónleikar á NASA laugardaginn 17. desember. Finnlandia glaðningur fyrir þá fyrstu. Guskus á NASA. Þú finnur allar skemmtilegu og ódýru jólagjafirnar hjá okkur. Opið til 10 öll kvöld. BT og Griffith skeifunni, fyrst og fremst ódýrt og líka skemmtileg. Jóla Bertoni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður.
Stórútsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og 9 notum mótorhjól á brúttverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsöða 9. Hvað gerirðu ef að barnið fæðist með öðrum húðlit en þú og konan? Heilræði Gils. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Alltaf eitthvað, svolítið þetta lag, Gauti eða Gorgie eitthvað með lagi Somebody That I Used To Know, eitt vinsal alltaf lagi á stöðinni og... Enda skiljanlegt. Já, það er eitthvað grúfi það er mæki minn, eitthvað grúfi við þetta lag. Þau eru líka bæði svo sæt og falleg og fallit myndband. Já, ég hef aldrei séð myndbandið þetta. Nei, ég ætla að láta þau horfa það eftir. Ok, ég kíkja það. Já. En það er komið að því að spila hérna símtöl sem við annars á tókum upp fyrir í dag. Við sem sagt tókum síman hjá hvort öðru og fyrir ykkur hlustundur sem er að núti þá er þetta hrikalega skemmtilegur partileikur og eitthvað sem við hefum oft gert. Nú er ég náttúrulega frá Sauðárkróki og oft er orðin með keppnisferðalögum manna. Já, hvað varst að æfa? Ég var í fótbolta. Já. Og höfum gert þetta, ef þú ert einhverju löngu ferðalega eitthvað, hefur ekkert að gera í bílnum þá er mjög gaman að fara í þetta og fyrir ykkur sem eru núna kannski að ferðast eða eru að fara á djam eða eitthvað þá er það sem sagt að skiptum síma taka síman og rétta viniðinum þinn síma og þú farð hans og svo skrolliði niður símaskránna og farð til að annars segja bara stopp og þá kemur eitthvað nafn í símaskráni og þá ræður sá sem á ekki síman ræður hvað eins og við erum að fara að gera hvert erindið er. Já, hvert erindið er við manni sem að lendir á. Þetta gerum við annars gott að við lásum ekki SMS, það er líka skemmtilegt. Já, reyndar. Það við hefum alveg ekki sérstaklega á iPhone og getum að lesi bara öll samskiptin frá upphafi. Við getum tekið það af næst bara, senda eitthvað svona grjótart SMS. Guð, nei ekki send, lesa bara. Já, það getur þetta verið stórhættulegt. Ef það eru hættulega SMS að þinni. Nú er allir bara, ég ætla ekki að senda SMS í vikunni. Já, eins og ég segi, það er svona hættulegri leikur. Af því að þá ertu að tengja aðra inn í þetta. Já. En hérna, við gerðum þetta í dag og við byrjum önnusöfu og hún skrollaði henni í síman, náttúrulega ég sagði stopp og þú varst... Þú sagði stopp mjög fljótt, ég var ennþá í A-hennu sko. Já, þú var greinlega með svona ógeðslega marga í símaninum. Ertu með svona marga í símaskrána því ég leiði henni og skrolla vel niður samt sko. Já, til bara S-i mitt er okkur jafn langt og öll símaskrána þín. Ok, náttúrulega með svona rosalega mörgum. Og því ég fekk, sko, bróður minn bömpaði hann á mig, nei, hann er ekki með iPhone, mér finnst bara svo flott að bömpaði hann með iPhone. Nei, ég fekk símaskrána af bróður mínum. Já. Og hann er með öll númer í heiminum. Ok, og... Þannig oft þekki ég ekkert fólki sem er í símaskráni. Sem að gerðist einmitt í dag, því að hérna, en ég þekkti eins og að drengi sem að var í símaskráni. Þetta endaði á sem að ég sagði stopp og þá var það Ari Mag, ljósmyndari, sem var hjá önnusöfu. Og þá átti ég að hugsa hvað ég vildi annars og að myndi ræða við hannum og ég skoraði önnusöfu að ringja í Ari Mag sem er sannlega eitt besti ljósmyndari Íslands. Já. Og biðja hann að gera með sér svona jóladagatal, taka sér 12 myndir að því hún ætla að gefa það í jólagjöf og hún átti að biðja sem sagt Ari Mag að taka myndirnar. Og hann sagði bara já og þetta er sekundu símtal. Nei, hann var ekki alveg þannig, hann var ekki beint á því en við skulum heyra hvernig Ari Mag tóki það og svo var ég að skrifa hann og eitthvað, hann annars var að þurfti að ræða þetta og réð ekkert það eins og ég segi, ég hvet alla til að prófa hann að leika, þetta er skemmtilegt en við skulum heyra hvernig þetta gekk með því ít á stopp hérna, gera svona og sjá, hérna er símtali. Nei, Auður, drefti mig, hérna kemur símtali. Ari. Já, Ari, ég heiti Anna Svava og leikona. Já, sæl. Er ég að trufla þig? Hvað sér, Anna? Anna Svava, er ég að trufla þig? Nei, ég er ágættur. Herði, ég var að frétta að þú væri besti ljósmyndari á landinu. Já. Er það ekki satt? Það er spurning, já. Sko, ég er nefnilega í smá vandræði með jólagjafir. Já. Og mér langar svo að gera svona flott dagatal bara, þú veist, bara með mér. Alla mánuðina, þú veist, alveg. Og er það eitthvað sem þú getur gert? Nei, ég er eiginlega ekkert í, ég er svona í stærri auglýsingaverkefnum og slíku. Það kemur aldrei hagstætt út fyrir þig, getur sett það. Nei, það skiptir ekki máli, sko, peningurinn. Hvað sér þau? Það skiptir ekki máli peningurinn. Hvað myndi það að kosta? Ef þú myndir segja, þú veist bara, já, ég vil gera það, hvað myndir þú þurfa að fá fyrir? Ég er bara svo erfitt að segja, það fyrir eftir hvað að gera og svo framvegis. Ég myndi vilja á 12 myndir og ég er svona mismunandi þema. Já, en það er bara alltaf að gera það fyrir jól. Já, bara einn tökudagur og ég myndi bara fá förðuna stelpu með mér og... Já, nei, fyrsta lagi er ég bara eiginlega að fara í frí.
og búinn að vera á fullu núna og það fer bara mikil vinna í svona og tekur tíma, þannig að ég hef ekki áhuga því fyrir jól allavega. Þá alveg sama hvað ég myndi borga þig fyrir það. Við getum meira sér gert þetta bara á kvöldin, sko. Hvað sér ég? Ég er með stúdíó og við getum gert þetta bara á kvöldin líka. Eða helgina. Já, hvað ertu búin að vera leikona? Nú er ég aðeins að reyna að rifja úti eða? Nei, bara hérna á Íslandi. Ég er hérna, ég veit ekki hvort þú kannast mig. Ég er hérna Fjarðarkaupsundrið. Hvað sér ég? Ég er hérna Fjarðarkaupsundrið, stelpan í Fjarðarkaupunum sem kaupir alltaf allt. Já, ok. Já, eins og ég segi, ég var bara leiðin í frí og þetta, myndvinnsla á þessum myndum tekur nokkra daga og svo framvegis, skilja. En ef ég læti einhvern annan gera það og þú myndir bara taka myndirnar? Nei, ég vinn ekki þannig, heldur. Nei, og alveg sama hvað ég myndi bjóða þér fyrir. Þetta væri bara eitthvað fáralegt, þú getur bara búið fjölskyldinu til Tenerife um jólin. Og það er það óslega gaman í okkur, ég er alveg fáralega skemmtileg. Nei, svona verkefni, ef ég var að gera þetta fyrir bara einhvern kuna og tímaðinu reiknaðir, þá færi þetta alltaf yfir 1 milljón kall. Það er allt í lagi. Hvað sér við? Það er allt í lagi. Já, ég er búinn að lofa sjálfum mér að fara í frí. Já, ok. En þá bara 1. janúar og ég myndi gefa, eða kannski milli jól og nýjárs, ég geti gefið þetta í áramótagjöf. Já. Þetta hljómar eins og ég sé hérna í beinni á bylgjunni, þetta sé svona eitthvað... Beinni á bylgjunni, já. Ég fæ nú ekki vanlega, bara sama hvað það kostar, skiptir ekki máli, það er nú oftast... Fólk er meira svona conscious, þetta hana með. Nei, já, þarna dó þetta pínu með þarna klúraði ég þessu. Nei, sko, hann þarna dó síndalega þegar nú fatta hann, það er að hættulega við það, sko. Þú hefði eiginlega þurft að segja við hann 50 skall svart, máldautt. Bara þú fær 50 til lommen. Hvernig finnst það? Í umslagi, hvítu, kemur það til þín. En hann var alveg frá upphæð, bara hann ætlaði ekki að gera þetta. Já, hann er 0 áhuga á þessu. Ég held líka að það er nefnilega alveg nóg að gera hjá hann, sko. Já. Þannig sé. Hann líka með stærri verkefni og... Já, heldur hann að gera dagatal með önnu svo. Við heyrðist það. Þematengt dagatal og góð jólagjöf eða þannig. Hæ mamma, þetta er dagatali með mér, ekocentrist. Og ekki kíkja á desember strax. Svona skelvilega erotísk myndaðar þetta í desember. En það er eitthvað sem er alltaf náttúrulega að gera og gefa í jólagjöf eða ammælisgjöf. Það er góð flipgjöf að gera bara svona kalandir á sjálfum sér. Og gefa ykkur það. Já. En þá er ég ekki að tala um það væri það flip, sko. Já. Ég hef nú fengið svona flipgjöf, en það er frá fjölskyldu sem ég fekk það. Já, ok. Þú veist, þá var það börnin og alls konar sett í svona alls konar aðstæður. Það var geðflott, það var nú bara heimatilbúið. Ok. Ertu búin að kaupa alla gæfina þína núna? Enga. Nei, ok, við erum að fara í það. En það er komið að YouTube, Please Come Home, og svo spilum við Atti mitt hérna á eftir og Nördahotnið og svo klárum við könnununa. Hver er svo aðlæstum aðra? 957 og Sambjón ætla að bjóða þér á date. Sérstök FM 957 pósning verður á myndinni New Year's Eve, þriðjudaginn 20. desember kl. 20:30 í Sambjón Egilshöll. Er að ræða mjög skemmtilega rómantíska gammamynd sem inniheldur leikara á borðið Hale Berry, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Sir Jessica Parker og marga fleiri. Myndin gerist í New York á gamlárskvöldið þar sem ástin liggur í loftinu með tilheyrandi skakkaföllum. Fylgstu vel með FM 957 og þú gætir nældri miða fyrir þig og elskunar þína, ásamt því að nælar í skemmtilegan varning tengdu gamlárskvöldi. FM 957 og Sambjón, bullandi romantík. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung. Jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Skítamórar og Júladískó saman á laugardagskvöldið 17. des. Sjá nánar á playes.is.
Hæ, Grettir hérna. Guð, ertu búin að skoða jólakjóluna hjá Nærveru? Þeir eru crazy og nú allt á 30% afslæti. Kíktu, sjáumst, nærvera.is. Nærvera.is í húsi verslunarinnar. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér í eitt kvikindi. Makland, Klappastíg 30, makland.is. Nú tónlistatímaritið Pop komið á Vísi. Fjölbreytt umfjöllun tónlist, rockprófið tekið og nýjar plötur kynntar. Ham tekur 3 lög í popskútum. Fylgstu með poppinu á Vísi. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastæður, Rauðarárstíg 37. Fender kassa og rafmaskíkarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnurhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Það alltaf skemmtilegast að spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Hagkaup. Ný risastór Outfitters Nation sending að koma í hús. Flottar vörur, frábær verð. Tilvalið í jólapakkan. Outfitters Nation, Kringlunni. Kaffi Akureyri kynnir. Prófloka Jam FM 957 föstudagskvöld. Our Lives opna kvöldið og hinn eini sanni Heiðar Austmann heldur upp í jamminu fram á rauða nótt. Á laugardagskvöld halda Matti Matt og Pétur Örn upp í taumlausir gleði lengur enn þig grunar. Kaffi Akureyri. Guskus á NASA. Guskus tónleikar á NASA laugardaginn 17. desember. Finnlandia glaðningur fyrir þá fyrstu. Guskus á NASA. Þú finnur allar skemmtilegu og ódýru jólagjafirnar hjá okkur. Opið til 10 öll kvöld. BT og Griffill Skeifunni, fyrst og fremst ódýrt og líka skemmtileg. Jóla Bertóni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Stórútsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og 9 nótum mótorhjól á brúttverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsöða 9. Við erum í jólaskapi og skellum 30% afslætti á allan fatnað hjá okkur. Ef þú pantar fyrir 15.000 eða meira, þá sendum við vörurnar frítt til þín innanlands. Kíktu á frík.is. Bílar.is í dag. Stór bjór af krana að eigin vali hjá Oliver á aðeins 399 í stað 900. Bílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. 50% afsláttur. Já, 50% afsláttur af öllum útijólaseríum í Bíkóm. Hvernig áttu að sigra skemmtistað? Heilræði Gils. Jólaball Reykvík, Jólaball Reykvík, Faktori og Smirnoff, laugardagskvöld. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kreti. Þetta eitt gamalt og gott með Linkin Park in the End. Þetta lag minnir mig á þegar ég var að vinna á Pop TV. Þá var þetta svona langvinsælasta lagið þar. Og þetta er skemmtilegt lag. Ég hef aldrei heyrt það þar. Já, alveg, þetta er ríkalega gott. Þetta er svona strákalag. Já, þetta er svolítið þannig. Þetta er svolítið svona, þú veist, föstudagslag. I tried so hard and got so far. Herðu, ég hef sjaldan eða aldrei verið jafn mikið með allt niður mig í þessum þætti og í dag sem tæknimaður. Ég er búinn að klúðra þetta í 4 sinnum og svo finnst ekki símtalið mitt. Nei. Jú, þetta er alveg skelfilegt. Hvað mennur þau? Þess vegna spilaði ég 2 lög í röð. Ég er búinn að vera að leita þessu. Það er ekki inn í kerfunum. Þannig að... Af hverju ertu ekki með tæknimann? Af því að það er búið að kenna mér allt, sko. Já, þú bara lærið það ekki. Jú, ég held það nú, ég er orðin miklu betur en ég var, sko. En ég var að spá í, við eigum ennþá eftir 10 mínútur af þættinum, hvort eigum að skella okkur í nörduhotni. Já, gerum það. Ég þekki einn nörd sem við getum hringt í. Já, Anna Svava þekkir, já, þetta eru hennar orð, eins og hún segir sjálf. Hún þekkir nörd sem á með hringi og tala við og það er hann Hugleikur Dagsson sem að mér finnst reyndar algjör snillingur. Maður getur verið nörd og snillingur. Já, ég veit það, trúðu mér, ég er að lýsa minni, þú ert að kalla nörd, ég þekki hann ekki. En mér finnst bækurnar hans með þeim fyndnari
bara sem ég sé. Og við ætlum að ringja hérna í hann, ég ætla að vona ég klúrið þig ekki, en varstu maður að láta svara hann? Veit hann þetta nördahotnið eða? Varstu maður að segja hún það kannski eða? Nei, ég sendi bara SMS og sagði, ég ætla að ringja eftir. Halló. Já, er það Hugleikur Dagsson? Já, hæ. Hvað varstu að breyta röddinu þinni? Halló. Ertu það? Já, hér er ég. Þarna ertu, var flipprödd í byrjun? Ég var að geispa á sama tíma að ég talaði. Já, ok, það er allt hættulegt. Var annars búin að útskýra fyrir þig hvað þetta hotnið hérna heitir sem að þú ert komin í? Hún var eitthvað búin að tala um nördahotnið og svo útskýrur hún ekkert frekar og svona gerir svona einhvern veginn ráð fyrir því að bara eitthvað heitir nörda eitthvað, þá geti ég bara sagt eitthvað nördalegt og það myndi bara fylla upp í næstu 5 mínútur. Já, ok, já, hún var að tala um það. Hún var að segja minna bláðan að hún er alltaf að tala eitthvað við þig og veit aldrei um hvað ert að tala og hún vil meina að það sé svo lúðalegir hlutir. Passa það? Já, sko, Anna Svava er bara einn mestu bólur sem ég veit allavega, sko, hún þekki bara meðalmennsku, hún þekki bara RÚV og Stöð 2 og síðan er svona ekkert út fyrir þann ramma. Nei, og komin í FM 95 blöð, það er bólur í því. Skammast þið ekki fyrir að vera vinur minn núna? Nei, hvað, ég er að svara í síman og allt. Já, hann er nú komin í þáttinistrákur. Já. Það þýðir að ég skammast mér ekki neitt. En hvað hérna, ok Anna, nú má þú að stakka yfir í nördahotninu. Hvað er það sem að gerir Hugleik Dagsson að lúða þínu mati, eða nörd? Sko, þegar við... Bara nördar með að nota orðið lúði sjálf á sig. Það er svona eins og N-orðið. Já, ok. Ok, ég þekki ekki regluna. Ég segi þetta ekki aftur. Við erum ofta að spjalla stundum tilgang lífsins í Hugleikur. Og þá segir hann alltaf, ég segi kannski eitthvað, akkur erum við hérna? Þá segir hann, já, eins og gaurinn sem fer inn í klefan og ferðast eitthvað og svo detti út. Dr. Who heitir hann. Já, þetta var skemmtilegt. Segð okkur aðeins, akkur Dr. Who eru svona vinsalið þættir hjá einhverjum? Dr. Who, það er bestu þættir í heimi. Ötti, veistu hvað þættir þetta eru? Nei, ég þekki ekki Dr. Who. Dr. Who eru bara science fiction þættir sem hafa verið gangið síðan 1963 og hafa alls 11 leikar að tekja eftir hlutverki. Hann er actually stærri en Bond að því leiti. Halló! Ok. Og hvað ferðast hann til geimsins og svona? Hann ferðast tíma og rúm. Þetta meikar ekkert sens að horfa á svona vitleysu. Og ertu að horfa á þetta alltaf á kvöldinu, Hugleikur? Þó að vitleysan meikar ekki sens, það þýðir ekki að það meikar ekki sens að horfa á þessa vitleysu. Nei, en þú veist, ég nenni ekki að horfa á svona, svo er bara svona, ég get ekkert svona tengst persónum og ég veit að þetta myndi ekkert koma fyrir mig. Já, þannig að þú horfir á Star Wars og hugsaðar, þetta getur ekki gert í alvöru, þetta horfur ekki á það. Já. Já, bara takmarka. Já, einmitt. En ertu Star Wars maður, Hugleikur? Já, hver er það ekki? Já, ok. Ég fíla Star Wars, en ég er endar með Star Trek, þar setja nörda stempilinn. Ertu í því líka? Já, blessaði verður. Star Trek er svona að vissuleiti var alltaf sko nördalægra heldur en Star Wars. Já. En núna er eiginlega Star Trek orðið sko komið fyrir ofan Star Wars, sem Star Wars misti það svolítið niður sig þarna með nýju myndunum. Sem ég elska það, ef ég að segja eins og þér. Já, með þarna Jar Jar Binks og eitthvað svona rugl, eða ekki? Já, Jar Jar Binks og svona barna svarthöfði, það tótti mig voða skrítið. Já, ok, en segðu mér hérna að svona í nördahotninu er svona maður eins og þú, sem að hérna ég reyndar eins og ég var að segja hérna eins og hann, ég er hrikalega gaman að bókuðinum og annað og teiknimyndunum sem vorum með á Pop TV. Út af því að þú getur lesað. Já, því getur lesað. En hvað hérna, er svona maður eins og þú, ferðu reglulega í Nexus eða? Já, ég gera það svona 1-2 vikum. Í alvegni? Og ert á vestlaðir eitthvað svona bækur og eitthvað svona ruglir í eða? Já, ég er mjög mikið að lesa svona ofurheiti bókmenntir og þá er sko mínar uppáhalds ofurheitir hafa undanfarið síðustu svona 2-3 ár verið Captain America og Thor. Já. En núna er það eiginlega Spider-Woman. Spider-Woman er nýja uppáhalds ofurheiti minn. Ég er svona hlýðhóttur Marvel. Spider-Woman í alvörinu, Hugleikur. Hvað hérna, nú er ég aðeins, hvað ertu gamall? Ég er 34 ára. Já, og ert að lesa Spider-Woman? Já, blessaður. Heyrðu, ég hef lesið teiknimyndasögu. Ég er ekki að dæma, ég er bara að segja, þú veist að því að það er alltaf að vera að segja við mig eins og mamma og svona auðun, hvað ertu gamall, ertu að þessu? En ég, þú veist, það er eitthvað skrítið að vera 34 ára kallmaður og lesa Spider-Woman.
Já, þú ert, já, en minna... Er ekki skrítið að vera... Í lestinu, sko, núna í dag er við í að lesa svona vitlis, sko. Já, ok. Nú er nördsins raunin í garð. En ég fatt að alveg hvað mamma, þú veist hversuna mamma myndi bregðast svona við, mamma mín brást alveg eins við. Ok. Og ég man einhvern tímann þegar ég var búin að safna, fullt af hryllingsmyndum og sætamyndum á Vaffháett og herbyggjum mitt var fullt af því og mamma bankaði upp á herbyggjuna hjá mér og kom inn og sagði Hulgur, ég með lausnina á vandamálunni þínu. Ég farið með þetta í kólapottið og selt þetta. Og ég var bara svona, á svipurinn að henni var svona svolítið eins og hún bjóst við að ég myndi verið svona, auðvitað! Og vissir ekkert hvað þú ættir að losa þig við þetta allt? Nei, en hún hætti að kvarta þegar sko ég byrjaði svolítið svona að græða á þessari þekkingum minni þegar ég byrjaði ég vegna þess að hún vil ég ætla að nota það afsökun það að ástæðan ég byrjaði að vera successful myndasögu höfundur vegna þess að ég var alltaf að lesa svona myndasögu svo framvegis. Það er enda góða punktur, þú nýtir þetta þar. En mér langar nú að vera aðeins fróðari þetta. Hvaða bók ætti ég svona að byrja á, þú veist? Til dæmis, hvað ætlar þú að gefa mér í jólagjöf? Hvað myndasögu? Já, hvað myndasögu ætlar að gefa mér í jólagjöf svona fyrir byrjandur? Ég myndi sko hvaða myndasögu, ég finnst alveg bara eitthvað eftir mig. Ég er búin að lesa þitt. Ok, þá fyrst ef ég ætti að mæla með einhverju bók fyrir einhvern sem langar til að lesa góða myndasögu, þá myndi ég mæla með From Hell. From Hell? Já, það er hljópa spennandi, ég ætla að tjekka því líka bara. Já. Það er Jack the Ripper og það eru svona morðum Jack the Rippers lýst í svona smáatriðum. Það fyrir allar stelpur á þínum aldri. Þetta hljópar ekkert smá spennandi. Það er svo gaman að tala við þig. En Hugleikur, við þökkum þér kærlega fyrir innsýn í þennan heim. Já. Og við ringjum aftur á mánudaginn. Já, ég ætla að fá Katrínu einhvern veginn spjall og ræða betur við. En allavega þá vitum við svona, myndur kallar sjálfa þig nörd, Hugleikur? Já, jú. Hikar ekki við það. Sætur nörd. Herðu, takk að hæsla réttunur. Takk fyrir mig. Ok, bye. Já, það var margt þarna mjög skrítið sem hann var að segja, sko. Já, við höfum alveg talað við henni í hálftíma og klukkan var ekki 5:06. Já, ég veit það. Það er eiginlega bara komið að lokum hérna hjá okkur. En við ættum eftir að gera svo margt. Þetta er alltaf svona. Þetta flýgur bara frá okkur svona. Ég ætla að hringi Garðar og tala hann er nefnilega fyrir norðan. Já, Garðar Kortes fyrir norðan. Við ætlum að hringja hann. Hann ætlaði að segja hvað stemningunni þar og hann er að gefa út nýja plötu. Já. Sem er tilvalin. Ég veit þetta kannski Garðar ekki úr fúll, en í alvörun þetta er góð jólagjöf fyrir ömmur. og foreldra í alvörunni. Nú er þess að setja skjóta á hann. Nei, þú veist, mér langar að ég hlusta alveg á þetta, en þetta er samt alveg svona, ég veit ef ég gefa þetta, þú verður svo ótrúlega ánægð með þessu jólagjöf. Já, Garðar Kortes er með eldra fólki alveg í vasanum, sko, það er bara þannig. Og líka yngra, sko, til hann svo sætur. Já, ég veit það. Er þetta góða vinnuðinn? Já, hann er sko giftur vinkonum minni. Já, ok. Herðu, en Anna, hrikalega gaman að fá þig hérna í þáttinn. Sem fyrr alltaf gaman að fá stelpu í FM 95 blöð. Ég og Björn Bragi verðum mættir hérna grjóthörðir á mánudaginn. Er ég ekki grjóthörð? Splungun í að þátt. Nei, þú er svona... Lin. Dama. Viltu vera köllu grjóthörð? Allavega hana deig. Já, þú er mjög seig. Og er það komið seigadegið, komið í stúdíu. Já, seigadegið, hún annars var búin að vera með mér í dag. Herði, ég óska öllum bara góðra skemmtunum helgina. Ég veit að það verður nóg að vera. Og þar sem að, ég stjórna tónlistinu, en ég er ennþá í stúdíunu, þá veit ég alveg hvaða lag ég vil lenda þetta á og mér er alveg sama hvað það er að segja. Mér finnst þetta besta jólalag sem ég heyrt. Það er bara þannig. Finnst þetta ekki gott lag? Þetta er geðveikt, en keyrið varlega. Þetta er bara eitt, svona mest svalasta lag sem ég hef heyrt í langa tíma. Flottasta jólalag, svona svalasta jólalag sem ég hef heyrt. Ég get allavega sagt að FM 95 blöð jólalagið Jólin, þetta gamla góða Rollin með hljómsveitinni Limp Bizkit og íslenska svona heldur betur flott upp. Við ætlum að hendast í skilaboð og svo fyrir betri blandan formlega á stað eftir smá. Plata vikunar á FM 957 er safnplata. Á plötunni eru meðal annars Páll Óskar, Black Eyed Peas, Rihanna og Britney Spears. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum mömmu á 50-saman. Ég veit, gefum henni kúltúr Óskarskrím. Hún getur þá sjálf valið hvað henni langar mest að gera. Hvort sem það er konfektgerð, vínsmökkun eða eitthvað allt annað. Já, hún verður alltaf að potti dánu með það. Það er fín hugmynd. Óskarskrím er ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í ösku.